Nú komið að rauða þræðinum með Ásmundi Magnússyni lækni. Með bókina Blóðsáttmálinn eftir Sten Nilsson kennara til hliðsjónar gerir Ásmundur leit að rauða þræði Biblíunnar. Hann tekur okkur inn í fortíð Ísraelsmanna og rannsakar hefði þeirra og fórnarathafnir. Hér er umsjónarmaður þáttarins, Ásmundur Magnússon. Já, komið sæl. Í síðasta lestri þá fjölluðum við lausn Ísraelsmanna úr ánauðin í Egyptalandi og þessi kafli sem ég les núna heitir Lögmálið, guðdómlegur spegill. Við höfum nú séð hvað aðili að sáttmála getur þurft að gera þegar hinn aðilinn lendir í erfiðleikum. Guð minntist sáttmála síns við Abraham og niðja hans, hann greip inn í til að frelsa þá. Hvað á ég að gera við þessa þjóð? En miklir atburðir sem þessir megn ekki einu sinni að breyta huga syndara. Fólki var ekki komið langt þegar það fylltist ótta. Þegar það sá her Faraós koma eftir sér, var það mjög skelkað og hrópaði til drottins og skammaði Móse. Tókstu okkur burt til þess að deyja hér í eyðimörk, af því að engar væru grafir til í Egyptalandi. Kemur nú ekki fram það sem við sögðum við þig í Egyptalandi. Látum við vera kyrra og viljum við þjóna Egyptum því að betra oss að þjóna Egyptum en að deyja í eyðimörkinni. Þá gaf drottinn því enn eitt stórfenglegt sönnunarmerki fyrir trúfesti sinni. Hann opnaði leiðina yfir Rauðahafið, Ísraelsmenn gengu á þurru mitt í gegnum hafið. Já, þá sungu menn að sjálfsögðu, drottinn er styrkur minn og lofsöngur, hann varð mitt hjálpræði. Hann er minn Guð og ég vil vexa með hann. Þannig voru hughrifin þá. En 2 vikum síðar mistu þeir móðinn og efuðust aftur réttmæti brottfararinnar. Þeir mögluðu gegn Móse og Aron, veslingshirðar. Að fá að heyra þetta einu sinni enn. Betur að við hefðum dáið fyrir hendi drottins í Egyptalandi, við sátum við kjötkatlan og átum og satt að brauði, því að þið hafið farið með oss út í þessa eyðimörk til þess að láta allan þennan mannfjölda deyja af hungri. Drottinn listi þetta vandamál einnig. Hann sendi niður brauð af himnum. Leið prófaðan hvort þeir vildu fylgja boðum hans eða ekki. Það var svona og svona, meira að segja hvað var það einföldustu fyrirmælin brauðið. Sumir gátu ekki á sig setið að safna manna á hvíldardeginum líka, þó svo að Guð hefði ábyrgst framfærslu þeirra, einnig á hvíldardeginum. Svo þráttuðu þeir við hirðinum vatnið, hví fórstu með oss frá Egyptalandi til þess að láta oss og börn voru og fjena deyja af þorsta. Og hirðurinn Móse hrópaði, hvað skal ég gjöra við þetta fólk? Það vantar lítið á að þeir gríti mig. En drottinn gaf Móse visku við þessar aðstæður þeir fengu vatn úr klettinum. Hið merkilega er að Ísraelsmenn áttu erfitt með að skilja hver það var sem þeir voru í sáttmála við. Þeir áttuðu sig ekki á því hversu fullir þeir voru af synd og hversu heilagur Guð er. Guð skrifar nafnspjald. Það þurfti meira en kraftaverk og teikn til að fólki skildi hvaða þýðingu helgi Guðs hafði fyrir það í hinu daglega lífi. Það varð að kynnast innræti hans og því til hvers hann ætlaðist af þeim sem í sáttmála við hann. Til að bæta úr þessu var Guð að koma fram fyrir fólkið á einhvern sérstakan hátt. Hann kynnti sig þannig að fólkið öðlaðist virðingu fyrir honum. Það þurfti virkilega að kynnast sáttmálafélag sínum betur. Kynningin var með líkum hætti og þegar hann gerði sáttmála við Abraham, Sínaí fjall var fullt í einum reyk fyrir því að drottinn sté niður á það í eldinum. Mökkurinn stóð upp af því eins og reykur úr ofni og allt fjallið lék á reiði skjálfi. Nú skrifaði Guð nafnspjald sitt með eldi á steintöflur. Mjög tilkomi mikið að það finnst ykkur ekki. Boðorðin sem hann skrifaði benda á einkenni hans. Þau endurspegla eðli Guðs. Fyrir þetta lögmál átti fólkið að kynnast heilagleika Guðs og eigin syndaeðli. Fram að þessu hafði það ekki skilið hversu alvarlegt það var að falla frá Guði og geta ekki staðið frammi fyrir honum. En hvernig átti það að geta umgengist Guð með svona ströngum skilyrðum? Það var einfaldlega ómögulegt og það var einmitt þetta sem það þurfti að skilja. Það er ómögulegt fyrir syndara að halda heilög boðorð Guðs. Guð vænti þess ekki heldur að fólkið gæti staðist kröfur boðorðana 10. Tilgangur boðorðana var fremur að vera spegill sem sýndi því hversu syndugt og óverðugt það var.
og fólki átt að skilja hversu heilagur og réttlátur þessi Guð var sem það átti samskipti við og að hann væri verður auðmjúkrar tilbeiðslu þess. Það átti að skilja hversu mikla náð hann hafði auðsýnt með því að leyfa því að vera hans þjóð. Ein og ein áhrifamikil og yfirnáttúruleg reynsla af Guði nægir syndaranum ekki. Slík reynsla dofnar og hið illa eðli með löngunum sínum og kröfum verður hinum heilugum minningum yfir sterkari og siðferðilegum skildum þeirra. Syndari þarf stöðugt að berjast við hið heilaga til þess að skilja óendanlega þörf sína fyrir náð. Lögmáli var fyrst og fremst gefið fólkinu til að sýna því að það þyrfti Guðs hjálp svo að þessi dásamlegi sáttmáli við hann gæti virkað í þessum vonda heimi. Lögmáli átt að gera því ljóst að það væri ómögulegt fyrir það að halda sambandinu við Guð án sérstakra náðar hans. Lögmáli átti ennfremur að koma syndaranum í skilningum að hann þyrfti boðorð Guð sem leiðarljós til þess að geta varðveist í samfélaginu við hann. Auk þess var tilgangur lögmálsins að sýna fólkinu það sem Páll játaði síðar sem fulltrúi lögmálsþjóðarinnar: boðorðið kom, lifnaði syndin við en ég dó. Og boðorðið sem átti að verða til lífs, það reyndist mér vera til dauða. Var þá hið góða mér til dauða? Fjarri fyrir því. Nei, það var syndin. Til þess að hún birti sem synd, olli hún mér dauða, með því sem gott er. Þannig skildi syndin verða yfir sig syndug fyrir boðorðið. Við vitum að lögmálið andlegt en ég holdlegur, seldur undir syndina. Því að ég veit ekki hvað ég aðhefst, það sem ég vil, það gör ég ekki, en það sem ég hata, það gör ég. Ég veit að ekki býr neitt gott í mér, það í holdi mínu, að vilja veitis mér auðvelt, en ekki að framkvæma hið góða. Og þetta úr Rómverjabréfinu, 7. kafla. Og þá látum við lesturinn lokið að sinni og hittumst aftur í næstu viku. Ásmundur Magnússon læknir stjórnaði þættinum Rauði þráðurinn. Bókin Blóðsáttmálinn skrifið af Sten Nilsson kennara við Biblíuskólan Lífets Ord í Svíþjóð. Fylgstu með aftur í næstu viku en þá tekur Ásmundur upp Rauða þráðinn þar sem frá var horfið.